Góðan daginn, ég heiti Sólveig og mér langar aðeins að segja að í verkefni þessa viku þá ættum við svona að setja inn eitthvað sem lýst okkur sjálfum. Og ég er ekki svo heppin að eiga það stórt hús að ég eigi svona vinnustofu eða eitthvað svona sem að ég get sýnt frá hvað ég er að gera. En ég á bara risa heimili og fullt af börnum og drasl út allt. En þegar ég fór eitthvað að pæla í þessu, það var mér svo erfitt að setja saman eitthvað eitt til að fanga sjálfa mig. Byrja á því að spyrja fólk, hvað sérðu við mig, skilur það sem ég gæti sett í mynd, og þá bara sama, að ég væri svona ákveðin og hinsegin og frek og eitthvað þannig, og það er kannski ekki takt að setja það í einhverja mynd, en svo kom bara sterkt til mín allan tíman, að því ég er mikil blómakona og ég elska blóm og þau skipta mig gríðarlega miklu máli. Og það gerðist fyrir 3 árum síðan að ég misti lykt og bragð. Þannig ég finn ekki lengur lykt af blómum, en mér finnst þau falleg. Og ég ákvað bara að það sem lýsti mér best voru blóm og hversu falleg þau eru. Og ég ákvað að velja villt blóm. Í rauninni, þau vaksa bara villt út allt, og ég ákvað að velja bara fallega liti sem endurspegla mig, af því að ég er svona litamanneskja, alltaf með mikið að litum í kringum mig. Og þó að sé nú bara svart hérna, en ég er samt með mikið að litum, og ég ákvað að velja svona öðruvísi blóm, og ákvað að hafa, að því ég á hérna heima kornblóm sem eru villt út í Evrópu en vaksa, hér einhvers staðar, valdi svört, því að lífið er líka stundum daburt og svart, og það er, ég sá þetta svolítið þannig, við fáum að vaksa og dafna, og svo erum við slitin upp frá rótum og svo bara deyjum við, og þannig eru blómin líka. Og ef það er ekki hugsað okkur, ef við erum ekki vökvuð og fáum næringu, þá deyjum við. Og mér fannst þetta vera einhvern veginn svona góð lýsing, og það kom strax til mín bara í byrjun vikunar, bara Sólveig, það er bara blóm. Og ef ég ætti heilan akur af villtum blómum, þá er það klálega ég, í öllum regnboganslitum. En já, það var svona myndin sem mér fannst skemmtileg, sko. Ég er alltaf 1.000.000 blómamyndir misgóðar, en ég ákvað að taka blómin sem ég fann sem eru ennþá á lífi núna og tók myndaðum, og ég mun skila því inn og er alveg sátt þannig lagað, þó ég hefði viljað hrúga alls konar uppáhaldslitum og alls konar dóti á okkar borð að taka myndaði, en mér fannst það ekki sama merkingina, því þá var ég að safna saman einhverjum hlutum sem gera það verkum hver ég er, en þetta lýsir held ég mér best og ég ákvað að nota það. Takk fyrir mig.